Komið sæl og sælir kæru sportdrekkar. Ég ætla að gera svolítið öðruvísi núna en ég vön. Ég ætla að taka spil fyrir júní mánuð. Og ég er að nota spil sem ég er ekki vön að nota. Þannig að þið sýnum mig kannski smá þolinmæði með það. Ég byrja á því að taka þemaspil fyrir mánuðin fyrir ykkur. Þemaspil mánaðarins fyrir sportdrekkana þetta hérna. Hér höfum við riddarann í sverðum. Riddarinn í sverðum karlorka eða maður sem kemur hreyfingu á hlutina, kemur stundum með skilaboð, kemur með ákveðnar skoðanir, varpar þeim fram á svolítið pínu kannski svona fruntalegan hátt, ef við getum sagt þeim svo. Þetta táknar svolítið að samskiptin þín í júní verði kannski pínlítið á þeim nótum. Það er að segja ekki endilega róleg og kærleiksrík, heldur beinskeytt og svona mikill kraftur í þeim. Ef til vill ert þetta þú, kæri sportdrekki, sem þarft svolítið mikið að tjá þig og þú nennir ekki að vera eitthvað að tipla tánum í kringu hlutina og segir það bara eins og er. Þá hérna smá ráðlegging til þín að reyna þá að taka tillit til þeirra sem í kringu þig eru, þeirra sem þú ert að tala við. Því að hérna sumir bara viðkvæmari en aðrir og geta tekið hlutunum af meiri alvöru heldur en þú kannski endilega ætlar. Í þessu spili líka innifælið svona tjáning á skriflegu máli, sem sagt skrift og hérna skriftir og bækur og ef þú vill ert að skrifa bók eða byrja að skrifa bók í júní. En allavega riddarinn hann veit hvað hann vill og hann stefnir bara beint á takmarkið sitt, lætur ekki trufla sig. Þannig að það er þema mánaðarins fyrir þig. Ég ætla að setja þemaspilið svona aðeins til hliðar á meðan við höldum áfram að draga. Látum okkur sjá. Sportdrekki, júní. Það byrja vel. Kröftug spil. Turninn. Júní verður, skulum við segja, umbrota mánuður. Umbrotin eiga sér aðalega stað innra með þér og stjörnumerkið þitt, sportdrekki, tengist þessu spili. Í þessu spili falin eyðilegging og niðurbrot en jafnframt uppbygging og vöxtur. Það er stundum sagt að maður þurfi að láta turna falla í lífi sínu í staðinn fyrir að þráast við að halda þeim uppi. Sérstaklega ef þeir eru orðnir eitthvað hrörlegir. Og ef maður lætur það ekki falla þá gerir almættið það fyrir mann. Þannig að hérna, þetta er eitthvað sem að kemur með mikla breytingar til í júní og veldur því að þú skoðir hlutina upp á nýtt. Þetta getur verið að þú sért að sjá nýja hlið á manneskju eða nýja hlið á einhverjum parti af lífiðinu, að eitthvað er ekki alveg eins og þú hélst að það væri. En það fylgir þessu mikil hreinsun og í sjálfu sér er þetta jákvætt spil
og pínlítið svona eins og þegar það þarf að sprengja kýli til þess að nái að gróa. Svo færði þetta fallega spil hérna Elskendurna sem næsta spil með turninum og það getur verið ákveðin vísbending að þessar breytingar tengist einhvers konar sambandi, samskiptum eða tengslum þínum við aðra manneskju og það getur þá verið á hvorn veginn sem samband sem að molna niður eða samband sem að rís upp úr rústum einhvers annars. Þá ég ekki að tala einhvers annars sambands heldur turninn hann svipti svolítið hulunni af málum þannig að leiðu búið að hreinsa svolítið frá einhverja ákveðna hluti þá getur sambandið farið að taka á sig mynd. Nú þetta sambandsspil, Elskendurnir, táknar alltaf einhvers konar val líka og ég sé fyrir mér að þetta sér þú sem standir hérna frammi fyrir vali. Þú þarft að ákveða velja skynsemisleiðina eða velja leið hjartans. Hvort hljómar betur fyrir þér. Það getur enginn ákveðið það fyrir þig en það liggur ekkert á og þér bent á að taka þér bara tíma, gefa þér þann tíma sem þú þarft áður en þú tekur einhverja afdrifaríkar ákvarðanir. Þetta þarf ekki að vera ástarsamband, þetta getur verið tengt atvinnu, einhvers konar samningur við aðra. Ég hef séð þetta spil koma upp þar sem að fólk var að skrifa undir húsnæðissamninga. Þannig að það eru svona ýmislegt sem að getur verið og hver og einn ykkar sportdreki verður bara að sjá hvar það fittar inn í ykkar líf í júní. Þolinmæði og tími eiginlega svona lykilorðið svolítið hérna með þessum riddara. Þetta annar riddari, ekki sá sami og var hér. Gefðu þér tíma, þann tíma sem að þér finnst þú þurfa. Og ég kannski bæti því við hérna að turninn getur verið erfiður, hann getur líka verið auðveldur ef við streitumst ekki á móti honum. Svo lengi sem við bara horfumst í augu við þessar breytingar sem hann hefur í för með sér og reynum að, hrista þær af okkur og hreinsa og byggja upp á nýtt. Við skulum sjá hvað kemur meira hérna til okkar. Júní fyrir sportdreka. Jáhá, skemmtilegt. Þið fáið 2 tignarlega fallega fugla. Það svanurinn sem að líka eins og turninn táknar oft umbreytingu og hér verið að koma því að þú þurfir að treysta skynjuninni þinni, treysta hæfileikunum þínum, andlegu hæfileikunum þínum og það hvernig þú tengist inn í andlegu heimana. Þér hafa verið gefnar ákveðnar gjafir og þú ert beðin að virða þær og koma vel fram við þær. Það í mörgum þjóðsögum minnst á svani sem hafa kastað hamnum og undir niðri hefur verið maður.
Svanirnir eru líka fuglar sem eru með sama maka allt lífið og ef þeir missa maka sinn þá eru þeir einir eftir það. Allavega segir sagan það. Kannski eru til undantekningar á því eins og öllu öðru. Þannig að ef að þessi törn er að koma inn með einhvers konar hreinsun varðandi samband, þá getur verið að andlegar gjafir þínar eða andlegir hæfileika þínir muni eflast við það. Í hvora áttina sem hvort sem að þú færð meiri tíma fyrir þig til að rækta þínar gjafir, þína hæfileika, eða það að önnur manneskja í lífiðinu komi með jákvæða þætti inn í lífið þitt sem að hjálpa þér líka að gera það sama. Svo það hinn fuglinn og takið eftir hvað þetta er bara eins og hvítt og svart. Hrafninn hefur verið tengdur við allskyns andlega hluti, bæði ljósa og myrka, tengdur við töfra og galdra. Hann er talinn boða ýmislegt þegar hann sést. Þannig að ef til vill er eitthvað hérna er verið að vara þig við eða að segja þér frá einhverju sem kemur til þín. Fyrir mér er hrafninn aldrei neikvæður sem slíkur og ég tengi hann aldrei við dauða eða slysfarir eða neitt slíkt. Ef þið hafi ekki nú þegar séð hérna útsendinguna sem þeir eru með hjá Byko og Selfossi á hrafnahreiðrinu, þá ættu þið endilega að kíkja á það. Það er bara byko.is krummi á Selfossi. Það er mjög skemmtilegt að fylgjast með beinni útsendingu frá hrafnahreiðrinu. Já, smá útúrdúr. Við sjáum hvað næstu spil segja okkur, en það er ákveðin svona tvískipting hérna í þessum spilum, hvítt og svart. Gæti táknað tvær manneskjur sem eru mjög ólíkar, af því að þetta kemur nú hérna beint undir elskandarspilinu. Manneskjur sem eru eins og svart og hvítt, það getur verið galli, það getur verið kostur líka. Þá er að gera að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á því í júní. Sjáum hvað kemur meira. Næsta spil hérna tengist inn á orkustöðvarnar. Orkustöðvarspil fyrir sportdreka júní. Það er rótastöðin, rauði litur rótastöðvarinnar. Óöryggi heitir þetta spil. Rótastöðin er einmitt öryggis orkustöðin okkar, heldur okkur föstum, tengist lífsviðurværi, tengist næringu, því sem að fær okkur til þess að vaxa og dafna. Og hér er einhver púki að pota í okkur, greinilega, eða ykkur, kæru sportdrekar, og er að valda óöryggi, og það er eins og maðurinn sé að reyna að verja hjarta sitt fyrir þessum púka hérna. Ég ætla að taka mér núna smá stund og lesa eins þetta spil, svo ég sé nú ekki að segja ykkur einhverja vitleysu. Já, ég sé það strax. Þetta kemur inn á ótta. Okkar eigin ótti. Ótti við lífið, ótti við að takast á við verkefnin okkar. Það er verið að hvetja okkur til að sýna hugrekki. Okkur mun takast það sem að við ætlum okkur
Og málið með þennan púka er að þetta er púkin á axlinni sem að við eigum ekki að hlusta á. Því að hann er að reyna að draga úr okkur. Hann er að reyna að draga úr okkur kjarkinn. Hafið fulla trú á ykkur sjálfum, kæru sportdrekar. Gefið ykkur frelsi til að gera það sem þið ætlið ykkur að gera og klára verkefnin ykkar. Gefist ekki upp eftir hálfklárað verk. Heldur haldið ótrauðir áfram. Þetta svipar svolítið til þess sem ég var að lesa fyrir Vogina. Þetta er eitthvað sem að þið komið til með að glíma við í júní og svo er þetta líka spurning af því til rótarstöðin að jarðtengja ykkur áður en þið farið út í daginn. Það eru til margar aðferðir til þess og ekkert ein betri en önnur í því. Þið getið séð fyrir ykkur rætur eins og úr tré sem fara niður úr iljónum ykkar eða niður úr rótarstöðinni, niður í jörðina og halda ykkur þar. Þið getið nota rauða litin til að jarðtengja ykkur. Að næra ykkur vel er líka jarðtenging og að sofa vel. Ganga út í náttúrunni þó að sé ekki nema smáspöl. Setjast niður þar sem að er gróður, fallegt landslag og reyna að taka til ykkar orkuna úr náttúrunni. Júní verður kjörinn mánuður til þess. Lífsorkan. Gera það sem ég geti til að efla lífsorkuna í júní og flippið þessum púka bara smá selbita. Hættið að láta hann draga ykkur niður. Þið sjáið að það er eins og sé fastur hérna með naflastreng við manneskjuna og að mínu viti er hann að reyna að soga úr henni orku. Þannig að hafa bara sjálfsöryggið uppi við. Það er aldeilis verkefni fyrir ykkur í júní. Svo fáum við hérna spil, hvort það sé eitthvað sem þið þurfið að heila. Hvað þarf sportdrekinn að heila í júní? Það er spil sem heitir Fórn. Sportdreki góður, ertu að fórna þér fyrir einhvern annan? Ertu að vanrækja þínar eigin þarfir því að það er svo mikið að gera hjá þér í að sinna þörfum annarra? Ertu að bera byrðar annarra? Þið viti ekki hvað þetta er algengt. Fólk lendir í þessari stöðu aftur og aftur. Vertu vakandi fyrir þessu. Það að fórna sér er ekki göfugt nema í mjög fáum tilvikum. Það að þú fórnir þér á þinn eigin kostnað og með því að draga úr þinni eigin orku, það er ekki að gera neitt fyrir þig. Við höfum heyrt það að foreldrar fórni sig fyrir börnin sín. Jú, ég skil það að vissu leyti og auðvitað þeir sem eru foreldrar
skilji kannski hvað ég á við, að maður setur börnin oft í forgang, en það eru takmörk fyrir öllu. Og ef að þetta er eitthvað issue í þínu lífi, þá er ég hérna bent á að skoða það í júní. Hvort að fórnin sé virkilega þess virði. Reyndu frekar að huga að þér sjálfum, kæri sportdreki, og þetta tengist inn á óöryggið þitt hérna. Ef til vill ert að reyna að finna sjálfsöryggið þitt og fá hrós og viðurkenningu frá öðrum með því að fórna þér fyrir þá, það er ekki rétta leiðin. Findu aðra leiðir til þess að efla sjálfsöryggið. Svo mörg voru þau orð. Síðan tek ég hérna annað spil sem ákveðna lausn á þessu. Júní fyrir sportdrekan. Það er upprisa. Hvað var ég að segja? Og hérna, fórna er ekki það mikið fyrir aðra að það sogi úr þér orkuna þína. Þú þarft á henni að halda. Rístu upp, hugsaðu sjálfa þig. Júní er mánuðurinn til að segja stopp. Hingað ekki lengra. Varðandi þetta hér. Nú ætla ég að hugsa mig. Ég þarf á því að halda. Og lítu björtum augum fram á veginn. Þetta kemur líka inn á heilsuna þína ef eitthvað hefur verið að plaga þig. Sumt fólk fer svo langt í fórnfýsi sinni að heilsan bilar. Júní er mánuðurinn til að snúa þessari þróun við. Sterk skilaboð, kæru sportdrekar. Síðan, af því að það er að koma sumar, þá fáið ég hérna einn lítinn blómálf. Blómálfu fyrir sportdreka. Aha.